Við ætlum að enda þetta í Afríku, í Malaví. Við verðum að nota símadaldið þessum þættum og við ætlum að prófa símasambandið við Malaví. Þar sem að Stefán Jón Hafstein og starfar þar við hjálparstarf og hefur gert síðan hann hvarf úr borgarstjórninni hér í Reykjavík. Stefán, sæll vertu. Já, komið sæll Samuel. Heyrðu, ég ætlaði nú að enda þetta með því að tala svolítið við þig grein sem að þú skrifaðir í Fréttablaðið milli jól og nýjárs. Þetta var nú athyglisverð grein, hún nefndist Nýja Ísland Óskalandi, hvenær kemur þú? Og þú ert svona, pínlítið, má kannski segja að þetta hafi verið svona eins konar uppgjör við ættbálka og klíkustjórnmál. Já, aðal hugmyndin eða tilgangurinn með því að skrifa þessa grein var að halda til haga og minna á hugmyndina Nýja Ísland, því að okkar landsfeður og mæður hafa í mörg horn að líta þessa dagana og eru í miðjum skurðinum að grafa allan tíman með að moka flórinn. Og á meðan þá með ekki gleyma sýninni á það að það fyrirkomulag sem kom okkur í hrunið, það má ekki verða áframhaldandi fyrirkomulag á Íslandi alla framtíð. Nýja Ísland snýst ekki það og það er margt í sögu lýðveldisins okkar sem nú mjög stutt. Lýðveldið á bara nokkra áratugi eins og mörg nýfrjálsu ríkin í Afríku. Og með því að ég verið að kynna með sögu þeirra undanförnum með bí hérna í Afríku, þá hefur satt að segja bara slegið út svita á manni nokkur sinnum að sjá líkindin með Íslandi í sögunni með þessum ríki mörgum sem hafa farið afskaplega illa og lenti í klónum á spiltum ráðamönnum. Og ég get nefnt bara örfá dæmi og sögu okkar. Munum þegar bandaríski herinn kom, þá fengu örfá fjölskyldur að einoka viðskiptin við bandaríska herinn. Já. Það hét verktakafyrirtæki. Það voru síðan aðra fjölskyldur sem fengu að stunda heildsölu með gjaldeyri sem var naumt skammtaður. Svo var bönkunum stýrt með því að brenna upp sparifé almennings með lánum til vildarvinna. Svo komu gjafakvótarinn í sægreifakerfi og loksins voru bankarnir seldir í einkavinnavæðingu til gæðinga. Já. Þetta líkindi með mörgum Afríkuríkjum er svo sláandi. Og að þessu leyti þá var Ísland eins konar rányrkjubú. Og nú vilja menn þetta halda áfram að því að Ísland er svo ríkt og möguleikarnir til að stunda ábatasum viðskipti og ábatasum klíkustjórnmál, möguleikarnir eru svo miklir að menn vil ekki sleppa þessu taki. Það eru miklir pólitískir hagsmunir á bak við það að ekkert breytist. Þannig að þeir sem voru gráðugir áður, þeir eru ennþá gráðugir og vilja ekki sleppa takinu. Og afkomendur þeirra. Og afkomendur þeirra og þeirra sem eiga fyrirtæki núna sem hafa verið í þessari stöðu, líkil stöðu. Það var nú kölluð helmingaskiptastjórn hér áður fyrr. Hún réði náttúrulega greinilega ríkjum við einkavinnavæðingu bankana en það var líka fjórflokka veldiðin í bönkunum með sínum kommissörum sem úthlutaði lánum og síðan voru menn með útluta stöðum í ríkiskerfinu. Alveg eins og gerist í Kongo eða hvaða öðru Afríkuríki sem sagðan kann okkur frá að greina. En þú talar líka í greininu um það hvernig menn eru svona einhvern veginn að stunda hér sé í gangi örlaga þras, menn sé að rífast bara beinleiðis í nánast yfir dánabúinu. Já, og það menn er að rífast yfir dánabúi gamla Íslands meðal annars af þessum pólitísku hagsmunum og efnahagslega sem ég rakti. Hugsum okkur það ef að hrunið í október 2008 hefði ekki verið efnahagslegt hrun heldur eldgos. Þá hefði allir snúið bökum saman og byrjað að bjarga eignum og reyna að koma öllu þannig fyrir að engi bæri tjón af. En af því þetta var pólitískt hrun ásamt fjárhagslegur hruni, þá kom í ljós að það var engin einstaklingur eða flokkur sem ætlaði sig að taka ábyrgð á þessu og þetta ábyrgðarleysi kallaði fram hina örvæntingafullu búsáhaldabyltingu. Svo ætluðu menn sér að græða á hruninu, businessmenn ætluðu að komast í stöður og stjórnmálamenn ætluðu að hámarka gróða sinni eða lágmarka eftir atvikum. Þannig að menn voru eins og spákaupmenn beinti í hruninu, bæði viðskiptamenn og stjórnmálamenn og tóku stöður í staðin fyrir að leysa verkefnin. Og þetta risastóra verkefni sem hefði átt að kalla fram þjóðarsamstöðu á sínum tíma vegna þess að það var svo stórt, það kallaði því miður fram sundrungum, menn réðu ekki við þetta og þessi stjórnmál, hefðbundnu stjórnmál, þau soguðust niður í spíral, niður á það plan sem við sjáum fyrir okkur í dag. Þetta er mjög hryggilegt. Og flokkakerfið er náttúrulega þvælast ansi illilega fyrir þarna, eins og við þekkjum. Flokkakerfið hefur ekkert endurspeglað raunveruleika á Íslandi mjög lengi.
Það er bara staðreynd og það sem kannski hættulegast og ég nú ánægður með það að geta vitnað í sjálfan mig fyrir 5 árum þegar ég bent á það yrði að setja fulltrúa lýðræðinu skorður á þann hátt að óskir og viðbrögð almennings fengju farveg. Þar brástu þetta að Alþingi með því að setja okkur ekki í stjórnarskrá með möguleika fyrir fólk að kalla fram þjóðaratkvæðagreiðslu, með möguleika fyrir fólk að hafna lögum og öðru slíku og nú verður að setja fulltrúa lýðræðinu ákveðnar skorður vegna þess að það hefur sýnt okkur með mjög sársaukafullum hætti að það veldur ekki þessu verkefni sem nútíminn kallar á. En svona bara spurningin sko, við erum með svona kannski með Alþingi sem svolítið svona, eins og ég segi, maður bara fær svona, eins og maður ná ekki andanum stundu þegar maður fylgist með því og hvernig getum við greitt þessu nýja Íslandi sem hefur verið talað leið? Já, ég hef talsveit velt þessu fyrir mér og ég bendi nú á, sko, við verðum bara að viðurkenna það, við stöndum í þessum rústum gamla Íslands og verðum að reyna að ímynda okkur hvað er mögulegt og framkvæmanlegt til að byggja upp nýja Ísland. Og mér finnst vera tvær vörður framundan í því efni. Fyrsta lagi þegar skýrsla rannsóknarnefndarinnar kemur að hún fari ekki hefðbundna smjörklípu starfsemi, það er að segja umræðu hefðin frá gamla Íslandi, hún ráði ekki för það hvernig rannsóknarnefndarskýrslan verður meðhöndluð. Hún þarf að fara út til þjóðarinnar, hún þarf að vera rædd, opinskátt og einlægt og menn þurfa að taka afleiðingunum af henni. Já. Hitt stóra málið, hinn möguleikin til að hreins út ný stjórnarskrá, það er að segja stjórnlagaþingið, en það ekki nóg að setja bara eitthvað stjórnlagaþing þar sem að nokkrir fulltrúar gömlu flokkana og handlangarar frá flokksformónunum sitja og ráða ráðum því að Alþingi og löngu búið að gefast upp á þessu verkefni, menn þurfa að hugsa það ferli alveg frá grunni og með miklu róttækari hætti heldur en mér hefur sýnst verið gert hingað til. Þetta mjög erfitt ferli, en á samtími þessu tvennu sem ég nefndi, það að segja hreinsunin og sköpunin á nýrri stjórnarskrá, þá getur Alþingi tekið meira frumkvæði heldur en það hefur sýnt að undanförnu. Ég veit að það velmeinandi fólkin að þingi og það eins og bíða alltaf eftir frumkvæði frá framkvæmdarvaldinu þegar menn geta hafið ákveðnar umbætur á til dæmis ráðningum í opinbera stöður, skipan dómara. Alþingi getur tekið frumkvæði og ég spyr þessa 63, af hverju gerir þið það ekki og setið bara framkvæmdarvaldinu leikreglurnar? Það gerist ekkert, menn bíða alltaf eftir skilaboðum ofan og það þessi hugsun sem við erum orðin alin upp við, eins og maður sér í mörgum mannþróðum lýðræðisríkjum, það er alltaf beðið eftir stóra boss sem situr upp á toppinum. Og þetta stóra meini hér í Afríku, þar sem ég sitt og horf á stjórnmálin, menn býð alltaf eftir að höfðinginn komi með reglurnar. Stefán, ég þakka þér fyrir þetta. Við byrjum að heilsa suður til